Ég heiti Guðrún og ég er framkvæmdastjóri Krónunnar. Við í Krónunni okkur er mjög annt umhverfið og við viljum leita allra mögulega leiða til að lágmarka sóun og endurnýta það sem hægt er. Eitt sem við höfum verið að skoða og höfum verið með sem við innleiðingu núna í ákveðin tíma er deilihagkerfi okkar taktu poka, skildu eftir poka. Þetta gengur út á það í rauninni að viðskiptavinir okkar geti skilið eftir poka sem mögulega hafa safnast saman heima og er ekki í nýtingu og líka aðrir viðskiptavinir sem koma að versla geti þá gripið með þessir poka á móti. Þetta er eitthvað sem hefur reynst okkur mjög vel en þetta hefur því miður ekki fengið alveg þá útbreiðslu sem við vildum. Þar kom til þessi pæling að fara í samstarf með Stúdíó Fléttu. Ég heiti Hrefna. Ég heiti Birta og við erum Stúdíó Flétta. Og við erum vöruhönnuðir, vinnum með endurvinnslu og endurnýtingu í okkar hönnun og erum að gera, endurnýta gamla krónupoka og búa til nýja poka sem verða frumsýndir núna á Hönnunarmars. Það skiptir okkur miklu máli í Krónunni að vera í góðu samstarfi við skapandi fólk og vinna með öðrum fyrirtækjum sem hjálpa okkur að hugsa út fyrir ramman. Þetta eru náttúrulega bara gamli pokar sem við erum að vinna með. En við erum aðeins að lyfta þeim upp með gömlum krónufánum. Þannig þeir verða allir svolítið... Þeir verða einstakir? Já, gera það svolítið grípandi. Já. Þannig að þú gleymir ekki pokanum næst. Við erum komin í Hörpu á Design Talks og erum að sýna afrakstur verkefnisins framhald í næsta poka. Ég heiti Helga og stjórnandi Hönnunarmars. Það er mikilvægt að fá fyrirtæki eins og Krónuna til að lyfta upp íslensku hönnun, íslenskum hönnuðum og gefa því pláss í sínu starfi. Hérna eru pokarnir komnir upp og þeir eru líka komnir í pokastöðvar í verslunum Krónunnar. Verkefnið er búið að ganga fram á okkar björtustu vonum og við sjáum að það eru fleiri pokar sem eru í umferð hjá okkur í verslunum okkar. Þannig að markmiðinu er svo sannarlega náð en við auðvitað viljum fá enn fleiri til að nýta sér þetta deilihagkerfi og við erum mjög spennt að sjá hvort þetta mun ekki koma því enn frekar á korti hjá okkur viðskiptavinum.